Herðu, Nú, sæll og blessaður, þá erum við í bandi og sem sagt, ég heiti Jóel og eins og þú veist þá er ég sem sagt guðfræðinemi og er í fullu námi við það eins og er að taka áfanga í trúboði og hef sem sagt undirbúið biblíurannsókn sem að fjallar himnaríki og þú hefur sem sagt boðist til þess að hjálpa mér með þetta. Hvað heitir þú? Væri til í að kynna þig? ég heiti Kristján Nóel Magnússon. Sæll og blessaður Kristján og vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Svona. Ég kom með þetta. Ok, glæsilegt. Þá erum við í bandi. Titillinn sem ég hef gefið á þessari rannsókn er einmitt himnaríki, því það er það sem við munum skoða. Áður maður kaupir hús, þá vil maður gjarnan sjá hvernig húsið lítur út, eða ekki? Hvernig lítur það út að innan? Hvernig er innréttingin? Hvers konar stemning er inn í húsinu? Er þetta staður sem ég myndi fíla að búa? Sama gildir einnig himnaríki. Okkur er sagt að við munum koma til að búa þar. Hvernig er það þá? Og það er einmitt það sem ég vil svara í þessari biblíurannsókn. Við munum líta á hvernig himnaríki er og hvað munum við gera þar. Við skulum biðja með bæn og svo munum við líta á hvað Biblían hefur að segja himnaríki. Kæri himneski Faðir, bið þess drottin að þú sért með okkur nú, vertu með mér og Kristjáni meðan við köfum inn í þessa rannsókn og sjáum hvað þú hefur opinberað himnaríki, hvernig það mun líta út og vera. Biðum fyrir því í Jesú nafni. Amen. Það fyrsta sem ég vil líta á er hverjir munu vera þar. Hverjir munu sjá Jesú koma, hvers konar fólk verður tekið til himna. Opinberunarbók 14:1 svarar þessari spurningu. Við ætlum að lesa saman kafla 14, vers 1, 4 og 5. En sá ég sýn, það er Jóhannes sem talar. Lambið, Jesús, stóð á Síonfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á enni sér. Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum, því þeir eru sem meyjar. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hópi mannanna, frumgróði handa Guðs og handa lambinu. Og í munni þeirra var enga lygi að finna, þeir eru lýtalausir. Svo þetta er fólkið sem að mun frelsast. Sjáðu, takt eftir einkennum þeirra. Í munni þeirra finnst engin lygi. Þeir eru lýtalausir. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Svo þeir eru sannir lærisveinar. Og þeir hafa ekki saurgast með konum. Þeir eru sem meyjar. Þeir hafa ekki dríkt hórdóm en það sem er jú 7. boðorðið, en þeir hafa heldur ekki saurgast á andlegan hátt og halda sem sagt í trú Jesú og boðorð hans. Lygi er jú einnig eitt af boðorðum Krists. Og ein spurning sem að oft kemur upp, hvers vegna 144.000? Munu eingöngu 144.000 frelsast? Athyglisvert er að vita að talan 12 táknar lærisveina Krists. Lærisveina Krists voru 12, einnig finnum við 12 ættbálka og í opinberunarbók kafla 7 sjáum við að
Þessi tala er fengin með því að margfalda sem sagt 12.000 12 sinnum. 12 sinnum 12.000 eru 144.000. Svo þessi tala táknar að þetta eru lærisveinar Krists og það er jú það sem allir eru kallaðir að vera. Við erum kristnir. Nafnið Kristinn þýðir fylgjandi Krists. Svo þeir sem munu koma til himna eru fylgjendur Krists sem hafa trú hans og fylgja einnig boðum hans eins og þessum tveimur sem koma hér fram. Eftir að hafa séð sem sagt þessa einstaklinga fáum við að sjá hvernig heimurinn okkar endar og hvernig nýji heimurinn tekur við. Jóhannes lýsir því í 21. kafla Opinberunarbókar, vers 1 til og með 7. Það segir hann: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð var horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búin sem brúður skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá himnum og sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið, sem dásamlegt lofað. Og sjá, sem í hásætinu sat, sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann sagði: Rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig: Það er framkomið, ég alfa og omega, upphafið og endinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur af lind vatns, lífsins vatns. Og sá er sannur mun erfa þetta, og ég mun vera Guð hans og hann mun vera minn sonur. Svo hér fáum við að sjá að þessi vondi heimur sem við búum í dag, þar sem að stríð og styrjaldir ríka, þessi heimur mun líða undir lok og Guð mun endurskapa þessa jörð sem við búum nú á í fullkomri mynd. Og hann mun þerra hvert tár, öll harðindi sem við upplifum í dag, allt erfiði, það mun einnig líða undir lok. Og þegar við náum hingað til og lítum tilbaka og fáum að upplifa alla þá dásemd sem við munum sjá, sem lýst hér, þá munum við sjá að það var þess virði að gangi gegnum þessi harðindi. Spurningin sem ég spyr svo hvar munum við búa? Hér höfum við séð þessa borg, þessa helgu borg, og hún stígur niður frá himni. Hún upp í himnum eins og en hún mun koma til jarðarinnar. Og Jóhannes, sem var jú lærisveinn Krists, sem skrifaði Jóhannes Guðspjall, hann fékk að sjá þessa borg og hann lýsir henni. Áður en að við sjáum lýsingu hans, takt eftir hvað Jóhannes segir hér í Jóhannes Guðspjalli, 14. kafla, versi 1 til 3. Og það Jesús sem talar. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég fer burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, og að þér séu einnig þar sem ég Svo Kristur nú eins og uppi á himnum að búa til stað fyrir okkur í þessari borg, og hann hefur lofað að koma aftur og sækja okkur, alla þá sem að fylgja honum,
og það sáum við áðan með þessar 144.000. Jóhannes fær einnig að sjá þennan stað þar sem við munum búa og hann lýsir honum í 21. kafla Opinberunarbókar, vers 10 og þar á með. Ég hef tekið helstu versin sem að lýsa staðnum með hér. Og hann flutti mig í andanum upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem niður steig af himni frá Guði. Eins og ég sagði áðan, Jerúsalem eins og upp á himnum og hún mun koma niður til jarðarinnar einn dag. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hlið stóðu 12 englar og höfðu þeir 12 kynkvíslir Ísraelssona voru rituð á hliðin 12, svo nafn alla ættbálkana 12 skrifað fyrir ofan þessi 12 hlið. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd, og hann mælti borgina með stafnum, 12.000 skeið, og 12.000 skeið eru cirka 185 metrar. Eitt skeið eru sem sagt 50 sentimetrar, hálfu metri. Lengd hennar og breidd og hæð eru jöfn. Svo ef að lengd hennar og breidd og hæð sem sagt tekin saman og ef það gera sem sagt 12.000 skeið, þá borgin 2,2 220 kílómetrar á hlið og ummál borgarinnar í ferkílómetrum þá 364.000 ferkílómetrar. Og svo við höfum eitthvað til þess að bera það saman við. Pólland 312.000 ferkílómetrar. Svo borgin aðeins stærri en Pólland. Það sem sagt þegar kemur að fótsporinu hennar. Svo þetta gífurlega stór borg. Og hann mældi múr hennar 144 álnir, sem eru 66 metrar, eftir hvarða manns sem einnig mál engils, og englar og menn eru jafnháir eða hafa sama mál. Múr hennar var byggður af jasper og borgin af skíragulli sem skært gler væri. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hver hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skíragulli sem gegnsætt gler. Svo hér lýsir hann meira að segja efninu sem að borgin byggð úr, málmunum. Og ég hef þetta með til þess að sýna að þetta raunverulegur staður. Þetta raunverulegt fyrirbæri sem að við munum upplifa. Það til bókstafleg borg á himnum sem mun bókstaflega koma til jarðarinnar, sem að úr efni, gulli, perlum og málmum sem að við skiljum og þekkjum og getum þreift, og við munum búa í þessari borg. Þetta ekki bara andlegt eða yfirnáttúrulegt, þetta einnig afþreyjanlegt. Höldum áfram í versi 22. Og múrinn sá ég og mustri sá ég ekki í henni, því að Drottinn Guð, hinn alvaldi, mustri hennar og lambið.
og borgin þarf ekki heldur sól borgin þarf ekki heldur sólarvið eða tunglið til að lýsa sér því að dyr Guðs skín á hana og lambið lampi hennar. Svo rétt eins og þegar Guð skapaði himinn og jörð, þá talaði hann og hann skapaði ljós streymdi út frá honum. Þá mun Guð lýsa borgina daginn út og daginn inn. Og svo borgin þarf ekki á sólinni eða tunglinu að halda sem ljós. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni dýrð sína og hliðin hennar verða aldrei lokuð dag, því að nótt verður þar ekki. Svo því að Guð þar og Guð skín svo sterkt, þá verður ekki lengur til nótt. Nóttin verður jafn björt og dagur þegar að þessu kemur. Og við sem Íslendingar erum vanir þessu að sumri til að engin nótt þar að finna heldur. Og menn munu færa henni dýrð og vegsemd þjóðanna. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, né sá sem fremur viðurstyggð eða iðkar lygi. Manstu það sem ég las áðan, að þessar 144.000, þeir sem að fylgja lambinu, í munni þeirra fannst engin lygi. Það kemur fram aftur hér. Enginn nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lambsins. Talað var musterið hér áðan og að musterið drottins finnst ekki í þessari borg lengur. Það að því að musterið hefur það hlutverk að fjarlægja synd. Eins og þá Jesús uppi í himneska musterinu sem æðstiprestur okkar, og þegar við komum til hans og biðjumst fyrirgefningar synda okkar og viljum þjóna honum og fylgja honum, þá ritar hann nafn okkar í lífsins bók, eða frekar hann tekur ekki nafn okkar úr lífsins bók. En þegar að syndin búin, þegar að syndin hefur liðið undir lok og heimurinn hefur verið endurskapaður, þá engin þörf á musterinu lengur. Svo það finnst ekki í þessari borg lengur. Frekar í stað þess verður Guð til staða. Hann mun vera musterið. Allir munu koma og tilbiðja hann í þessari heilögu borg. En við munum ekki bara búa í borginni. Biblían segir að við munum einnig fá jörð út í sveit. Það finnum við í Jesaja bók, í kafla 65, og við lesum frá versum 17 til 20. Við munum lifa einnig út í sveit, svo nú höfum við farið frá borg í sveit. Guð segir til spámannsins Jesaja: sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða, og það skal engum í hug koma. Alveg svo við lásum í Opinberunarbók. Gleðjist og fagnið ævinlega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkinu í henni að gleði. Ég vil fagna fyrir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu, og enginn skal framheyrast þar gráthljóð eða kveinsstafir. Svo rétt eins og við lásum í Opinberunarbók, grátur og sorg mun ekki framar vera til í þessum nýja heimi, í nýju Jerúsalem. Eigi skal þar fram vera nokkurt ungbarn. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn aðeins lifir fáa daga. Svo ungbarnadauðinn sjálfur mun ekki framar vera til. Né nokkurt gamalmenni
sem ekki nái fullum aldri, því að sá er þar ungur maður sem deyr tíræður, og sá sem ekki nær tíræðisaldri álítast einskis verður. Hvað þýðir það? Sem sagt, ef þú deyrð 100 ára núna og stendur svo upp í upprisunni þegar Guð kemur og ferðin í ríki Guðs, þá ertu samt talin ungur, af því að Guð er eilífur. Og hvað eru 100 ár þegar borið er saman við eilífðina? Og ef þú dóst undir 100 ára aldri, þá er litið á þig sem grey. Af því að ég meina, ég segja nú eftir, hvað eru 100 ár þegar borið er saman við eilífðina? En þegar kemur að þessum tíma, þá verður engin ungbarnadauði og ekkert nokkur gamalmenni mun deyja. Allir munu ná fullum aldri, og vegna þess að dauðinn mun ekki framar ríkja, þá munum við einnig lifa að eilífu. Lesum áfram í Jesaja 65, versi 21. versi til 25. versi. Þeir munu reisa hús og búa í þeim, og þeir munu planta víngarða og eta ávöxt þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir íbúa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjáanna, og mínir útvöldu skulu sjálfir njóta handaverka sinna. Hversu gömul eru trén? Ef við teljum árhringina, þá geta það verið mörg 100 ára gömul, mörg 1000 ára meira að segja. Og með þessu er sagt að við munum eldast, við munum ná svaka aldri, því að dauðinn verður farinn. Við munum lifa eilíflega. Við munum vera eins öldruð og elstu trén, ef ekki eldri. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis, og eigi börn geta til skammlífis, eins og ég sagði áðan, börn mun ekki deyja. Því að þeir eru kynslóðir manna Drottinn hefur blessað, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara, og áður en þeir hafa orðum sleppt mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu vera saman á beit, og ljónið mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir Drottinn. Svo ljón mun ekki rífa í sundur önnur dýr, allir og allt mun lifa í sátt og samlyndi, eins og það var í upphafi fyrir syndafallið. Hvað munum við svo gera þegar þar kemur? Lesum næsta kafla 66 í Jesaja bók, vers 22 og 23. Já, eins og hinn nýi himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa mun standa stöðug fyrir mínu augliti, segir Drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt, og á mánuði hverjum og tunglkomudaginn og á viku hverri, hvíldardaginn, skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir Drottinn. Svo vikulega, alltaf á 7. deginum, hvíldardeginum, laugardegi, munum við ferðast til borgarinnar helgu, og þar munum við tilbiðja Guð. Svo við munum halda áfram að mæta í kirkju, rétt eins og við gerum í dag. Við munum
Við munum fara þangað og tilbiðja Drottinn rétt eins og við gerum hvern einasta hvíldardag hér og nú. Og þess vegna er svo gott að við byrjum að æfa okkur að gera þetta nú. Líf okkar hér á jörðu er svona eins og prófunartími fyrir hið komandi líf. Við getum fengið að smakka, bragða þetta líf einmitt hér og nú. Við getum gert það með því einmitt að koma til Guðs á hans heilaga degi, á 7. degi hverjum, hvíldardeginum, og tilbiðja hann rétt eins og við munum halda áfram að gera í þessum komandi heimi. Og svo fáum við einnig að vita að við munum ekki bara gera það á hverjum einasta laugardegi, hvíldardeginum, 7. deginum, við munum einnig gera það mánaðarlega. Svo þetta eru atburðir sem við fáum að hlakka til. Við munum einnig geta ferðast milli staða. Hér í Konungabók, annarri Konungabók, kafla 2, versi 9 til 15, 6, 9 til 11, fáið að sjá spámanninn Elía kveðja lærlinginn sinn, Elísa. Hann biður hann hér blessun og fær svo að sjá Elías spámann vera tekinn upp til himins í eldlegum vagni. Svo hann ferðast bókstaflega til himins í faratæki. Og þetta er ekki eini staðurinn sem við fáum að sjá þessa eldlegu vagna. Ef við stökkum yfir í 6. kafla, sem sagt 2. Konungabók kafli 6 og lesum vers 15 til 18, þá sjáum við aftur þessa eldlegu vagna. Hér er sem sagt lærlingur Elía, hann Elísa, hann er kominn með sinn eigin lærling og Assýríumenn eru að ráðast á Ísraelsmenn, fólk Guðs. Og lærlingur eða sveinn Elísa er orðinn hræddur og segir: við ráðum ekkert við þennan her. En Elísa biður það, hann biður bæn til Guðs að sveinn sinn fái að sjá hinn andlega heiminn. Og hann fær svona að kíkja á bakvið tjöldin og hann sér heilan her af englum í eldlegum vögnum sem eru miklu fleiri en Assýríumennirnir. Og þeir slá, og Assýríumennirnir eru slegnir með blindu og tapa þessum bardaga. Svo við sjáum þessa eldlegu vagna og fólk getur ferðast, eins og hann Elías spámann, getur ferðast milli staða í þeim, frá jörðinni til himins. Svo við getum þar af leiðandi vænt þess að geta ferðast milli staða á kannski svipaðan hátt þegar við komum til himnaríkis. Við sjáum allavega að til eru faratæki í himnaríki og sem að birtast hér og þar. Svo það verður spennandi að sjá. Og það er ekki nóg með það. Við fáum líka að vita út frá Biblíunni að til eru aðrir heimar. Við búum í þessum heimi, plánundinni jörð, en til eru fleiri heimar. Og það kemur fram í Hebreabrefi, 1. kafla, versi 2. Og lesum það saman. En nú, í lok þessa daga, hefur hann, sem sagt Guð, til vor talað í syni sínum, sem er Jesús, sem hann setti erfingja allra hluta, fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Svo fyrir utan okkar heim, þá hefur hann skapað aðra heima. Og við fáum einnig að vita að til eru verur á þessum heimum.
og þessar verur birtast einnig í Biblíunni. Svo ef þú hefur einhvern tímann heyrt spurninguna, eru við ein í alheiminum? Þá veitir Biblían okkur svar við þessari spurningu. Nei, við erum ekki ein. Til eru aðrir heimar og til eru aðrar verur á þeim heimum. Það sjáum við til dæmis í Jóbsbók, 38. kafla og einnig í 1. kafla Jóbsbókar, versi 6. Lesum það saman. Hér talar Guð til Jóbs og hann segir: Hvar varstu þegar ég grundvallaði jörðina? Segðu það ef þú veist það og skilur. Hver ákvað umfang hennar? Veist þú það? Eða hver þandi mælikvarð yfir henni? Á hvað var sökklum hennar sökkt? Eða hver lagði hornstein hennar? Þegar morgunstjörnurnar sungu saman og gleðjuðust og allir synir Guðs fögnuðu. Svo hér sjáum við Guð skapa heiminn, skapa jörðina sem við búum nú á. Hann að leggja grunn hennar og að skapa hana, og með á þessu stendur þá sungu morgunstjörnurnar saman, þær glöddust, og allir synir Guðs fögnuðu. Og við fáum að vita hverjir þessir synir eru í fyrstu 2 köflum Jóbsbókar. Við sjáum það einnig í Opinberunarbók kafla 12, vers 12, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Svo í himnunum eru sem sagt einhverjir sem að búa. Vei sé jörðinni og hafinu, því að djöfullinn stiginn niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Svo hverjir eru þessir synir Guðs sem að búa í himnum? Nú bar svo til einn dag að synir Guðs komu til þess að ganga fyrir drottni, og Satan kom meðal þeirra. Mælti þá drottinn til Satans: Hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði: Ég hef verið að reika jörðina og arka fram og aftur hana. Svo hér sjáum við sem sagt fund, þar sem að þessir synir Guðs koma til þess að hitta Guð, og Satan kemur þar meðal þeirra. Guð spyr hann: Hvaðan kemur þú? Og hann svarar: Ég kem frá jörðinni. Og þetta orðtak, arka fram og aftur hana, í gamla daga þá þýddi það að hann var sem sagt að merkja yfirráðasvæði sitt. Svo með þessu hann að segja: jörðin öll tilheyrir mér. Svo heldur sem sagt sagan áfram að það sem Guð bendir á, og hvað með Job, hann réttlátur, hann tilheyrir þér ekki. En takt eftir því hvað Satan hér að segja. Hann telur sig sem sagt tala fyrir hönd jarðarinnar. Hann meira að segja staðfestir þetta í Mattheusi Guðspjalli 4. kafla, þar sem hann reynir að freista Jesús með því að segja: Mér hefur verið gefin jörðin og ég get gefið jörðina hverjum sem að þóknast mér. Og svo biður Satan Jesú að tilbiðja sig, og þá þarf hann ekki að deyja. Svo Satan telur sig tilheyra, sem sagt, eiga jörðina, og hann kemur hér til þess að tala á hennar hönd. Það þýðir þá þar af leiðandi að þessir aðrir synir tala þá sem sagt, á vegum þessara hnatta sem að ekki eru fallnir. Kannski koma þessir hinir synir frá hinum heimunum sem talað í Hebreabréfi. Það er líka athyglisvert að Satan átti ekki að vera talsmaður þessa heims. Adam átti að vera það. Við sjáum í Lúkasi kafla 3, vers 38, að Adam
er sonur Guðs. Adam átti að vera þar, sem sagt þar af leiðandi, í Satans stað, en svo þú veist, Kristján, þá tapaði Adam stjórn þessara jarða þegar hann féll. Svo við getum hlakkað þá til að hitta þessa aðra syni og við getum hlakkað til að sjá þessa heima sem að einnig eru til. Við getum ferðast á milli staða, kannski getum við farið þangað í þessum eldlegu vögnum. Við verðum að bíða og sjá, það verður allavega spennandi að sjá þegar það kemur. Við vitum einnig að fólk er nú þegar á himnum. Við töluðum Elía, spámann, hann er það núna, ásamt nokkrum öðrum. Enok er sá fyrsti sem að fékk að fara til himna. Það er talað hann í fyrstu Mósebók 5. kafla, versi 21 til og með 24, og Nýja testamentið í Hebreabrefi 11:5 staðfestir að hann var jú tekinn upp til himnaríkis án þess að deyja, svo hann er þar nú. Svo við getum vænt þess að sjá hann. Allir aðrir hvíla í duftinu og bíða þangað til að Kristur kemur aftur. Við lesum það í Daniel kafla 12 og einnig í Þessalónikubrefunum. Það er auðvitað önnur rannsókn, en við getum vænt þess að sjá, að hitta þetta fólk, Enok, Elía og nokkra aðra sem að koma fram. Ef að þú vilt fleiri upplýsingar syni Guðs og þessar 144.000 sem að við höfum talað þá talar einn frumkvöðull aðventsafnaðarins meira þá í bókinni sinni Early Writings, eða Elstu rit, skrifuð af Ellen White, sem er einn af frumkvöðlum aðventkirkjunnar, og hún talar einmitt syni Guðs og þetta efni sem við höfum rætt, Enok til dæmis. Þessi tilvísun á ensku, þú getur lesið hana sjálfur, ef þú hefur áhuga. Og þá komum við að síðustu spurningunni. Hvernig kemst maður þangað inn? Hvernig komumst við til himna? Og Biblían segir það skýrum stöfum. Við lesum það í 20. og öðrum kafla Opinberunarbókarinnar, vers 17, og einnig í Rómverjabrefi 10, vers 9, lesum það saman. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyrir segir, kom þú, og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatns, og hver sem getur fengið að komast þangað. Við þurfum bara að koma til Krists og við getum fengið þetta eilífa líf sem að hann býður. Hvernig gerum við það? Hvernig komum við til Krists? Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hefur uppreist hann frá dauðum, mundu hólpinn verða. Það þarf ekki að vera flóknara en það. Mín síðasta spurning er þetta eitthvað sem að þú vilt? Hefur þú áhuga? Og fyrir þá sem að horfa á þetta myndband, er þetta eitthvað sem að þið getur séð? Endilega skrifið hvað ykkur finnst í ummælareitnum fyrir neðan. Kveikja ljósið samt svona aðeins. Já, þá höfum við náð að enda og biblíurannsóknin er hér með lokið. Hefur þú eitthvað sem að þú vilt segja, einhverjar loka ábendingar? Nei, ég held ekki. Það er þetta bara mjög skýrt. Já. Já. Ég þakka þér þá innilega fyrir, Kristján, og kannski við getum haft aðra rannsókn í framtíðinni. Endilega. Ringst alltaf, ég er alltaf til í spjall. Gerið það. Er í lagi að við ljúkum saman með bæn? Já, sjálfsögðu. Gerum það.
Biðum. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir og fyrir það að við getum notið þess að rannsaka orð þitt og fyrir þessa dásamlegu mynd af betri heimi, betri stað sem við getum hlakkað til. Við biðjum þess drottin að við megum vera þátttakendur í þessari nýju jörð og að þessi heimur, þessi vondi heimur sem við finnum okkur nú megi líðundi lok, þú megi koma og að þú megi sækja okkur og fara með okkur til þessa stað sem að þú hefur búið fyrir okkur. Við þökkum þér fyrir og biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. Ég þakka þér enn og aftur fyrir Kristján og megi Guð blessa þig. Umleis. Verðum í sambandi. Gerðu það. Ok. Bye bye. Bye.